En eitt meðlætið, og þetta meðlæti eru grillaði portobello-sveppir sem ég er búinn að marinera í balsamico, olíu og púðursykri og svo setjum timjan á þetta. Þetta er með betra meðlæti sem maður fær með nautakjöti sérstaklega og öðru kjöti myndi alveg smellpassa líka. Þá er þetta mjög einfalt. Þá tökum við ólífuolíu, smá henni hérna. Hlutföllin eru cirka 2 hluti olía og 1 hluti edik. Svona. Og svo, af því að edikið er svolítið súrt og olían er eins og hún er, svolítið beisk og kraftmikil, þá setjum við smá púðursykur. Alls ekki mikið, svona, það er svona 1 hluti á móti. Svona. Hrærum við aðeins í þessu. Og svo þess timjan og ég ætla ekki að taka laufin eitthvað af stilkunum. Tekið þetta bara svona gróft svona, þetta fer svolítið af grillinu bara þegar við grillum sveppina. Og hugmyndin er svo að við látum sveppina hérna, nota portobello-sveppir, stórir og miklir, þetta er rosalega gott bara sem aðréttur fyrir grænmetisætur til dæmis. Hugsunin er sko að þetta dragi í sig vökvann. Við erum hérna með 2. Leyfum aðeins svona olíunni að leika Svona. Og þetta þarf að standa í svona cirka, við segjum svona 6-7 mínútur bara til að leyfa mest af vökvanum að sjúast inn í sveppina. Og þeir taka mest hérna inn í brúna hlutan á sveppunum. Þar dregst þetta hvað mest inn. Svona. Leyfum þess að standa í svona, já eins og ég segi, 6-7 mínútur. Svo er þetta bara flytt á grillið, salt og pipar og getur ekki verið einfaldara. Nú er liðna svona 6-7 mínútur og svona mesti vökvann farinn. Og nú er bara að fleygja sveppunum á grillið og fínt að byrja að setja þessar brúna hlutan upp á grillið. Svona, maður einmitt að heyra þetta hljóð, svona smá. Síðan tekum við þetta smá vökvann og setjum hann onni í sveppinn. Svona. Og svona sveppur, þetta þarf svona mestalagi 7-8 mínútur á grillinu, kannski svona 5 mínútur hvort hliðin. Það var þetta svona 10 mínútur samanlagt, ekki meiri en það. Þannig að við skulum aðeins leyfa þess að grillast. Þá eru sveppirnir búin að vera svona, ég sagði nú áðan svona tvisvar svona 5 mínútur. Þetta er svona, fer svolítið eftir grillinu, þetta er svona tvisvar 8-9 mínútur. Menn sjá það svolítið, fer svolítið eftir hversu mikill hitur á grillinu. En svona á þetta að líta út. Hún er að grillast hérna báðmegin. Við færum þetta hérna yfir á smá pappír. Þetta er verið svakalega gott. Þetta er bara svo steikur. Við söltum og piprum þetta. Ég var búinn að salta og pipra aðeins áðan. Setjum aðeins eitthvað. Síðan ætla ég bara að skera þetta niður. Það er annarkvæmt að vera bara með þetta heilt. En mér finnst það flottar að skera þetta hérna. Og sjá svolítið inn í sveppina. Ég ætla að sýna ykkur. Þetta er alveg hrikalega juicy, sjáu þið. Úlala. Eins og ég segi, þetta er steinleikur með nautakjöti og líka frábært með nánast bara hvaða kjöti sem er, sko. Sjáu þið. Og ef maður vil vera með eitthvað stæla, eins og mér langar rosalega að gera, þá ætla ég að saxa smá steinsul yfir þetta. En það er svona alfarið til að vera vinsælasti maðurinn í partíinu. Alls ekki nauðsynlegt. Sjáu þið. Þá er það grillaðir portobello-sveppir í balsamico, olíu, púðursykri og timjan. Klárt.